Góðan daginn, þá er leikurinn hafinn. Þór Káa á móti Val. Fyrsti leikurinn í Lengjubikarnum hjá stelpunum okkar. Valstelpur byrja rólegar á boltanum. Ekkert að stressa sig fram á við. Við getum rennt yfir byrjunarliðin. Í markinu á Þór Káa er Harpa Jóhannsdóttir. Númer 12. Númer 6 er síðan Karin María Sigurgeirsdóttir. Númer 8 Lára Einarsdóttir. Númer 9 Hafrún Mist Guðmundsdóttir. Númer 10 Rakel Sjöfn Stefánsdóttir. Númer 11 og fyrirliði Arna Sif Ásgrímsdóttir. Og númer 15 Hulda Ósk Jónsdóttir. Númer 22 Hulda Karin Ingvarsdóttir. Númer 24 Hulda Björg Hannesdóttir. Númer 25 Heiða Ragney Viðarsdóttir og númer 27 Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir. Ég heiti Atli og með mér er Petti. Daginn. Þá rennum við lið gestana. Númer 1 í markinu er Sandra Sigurðardóttir. Númer 3 Arna Eiríksdóttir. Númer 7 Elísa Viðarsdóttir. Númer 9 Ída Marín Hermannsdóttir. Númer 10 Elín Metta Jensen. Númer 11 Hallbera Guðný Gísladóttir. Númer 14 Hlín Eiríks. Númer 21 og fyrirliði Lillý Rut Hlinsdóttir. Fyrirhandi leikmaður Þórs Káa. Númer 22 Dóra María Lárusdóttir. Númer 27 Ásgerður Stefánía Baldursdóttir. Og númer 32 Fanndís Friðriksdóttir. Já, það er gert Atli. Leikur fyrir rólega stað. Mjög rólega stað. Mjög þægilegt. Liðin byrja bara svona aðeins að þreifa hvort öðru. Ekkert tension inn í byrjun. Það er Lillý. Setur hann langan yfir. Valstelpur að gera sig líklega í góða sókn. Kemur fyrirgjöfin. Þór Káa að díla við það. Hulda hreinsar. Valstelpur bara að byrja upp á nýtt. Það er hann sem vinstra megin. Mikil pressa hjá Valstelpum, gerur okkur erfitt fyrir. Vel gert hjá Heiðu nær að snúa og Hulda er að detta þetta inn í gegn. En virkilega vel gert hjá Söndru í markinu, yfirvegað og rólegt. Fanndís. Það er rangstaða. Ekki aukaspyrna eins og þeir heldu. Nú, allir rosalega hissa þessu. Lára tekur þessu aukaspyrnu. Sett hann upp, reynir að finna Huldu, Lillý skallar hann. Elín komið með hann hérna. Gerir við, reynir að færa hann yfir. Valstelpur missa boltar aðeins langt frá sér hérna. Karin Marí setur hann upp í hornið á Rakelin. Það gengur ekki alveg. Hallbera á undan. Skrítin sendi kanna hjá Söndru. Þór Káa fyrir boltan, Hulda með hann. Boltinn eldar hjá Huldu, skemmtilegt. Sem fer í skotið. Það er rétt fram hjá. Fyrsta skot til leiknum. Það er komið. Það er okkar stelpur í Þór Káa. Lillý leggur hann tilbaka. Sandra chippar hann inn á miðuna. Mikil pressa Þór Káa. Gera vel, vinna boltan. Hulda er mætt inn í teig. En næri ekki. Koma skot á markið. Valstelpur verðast þessu vel. Góð pressa síðan Þór Káa og Valstelpur missa boltan út af.
Hulda og Huldu. Karen. Tósa í hana þarna, ekki dæmt. Svo missum við boltan. Hefði viljað fá aukaspyrnu þarna. Valstelpur fær hann frá hægri yfir á vinstri í vörninni. Bara á Fanndísi. Komast ofar, kemur Elímetta með skiptinguna alveg yfir á Hallberu sem, nei, nær honum ekki. Lára einu gerir virkilega vel. Góð varnarleikur þarna hjá Láru. Lára á skallan, Rakel tínir boltanum þarna aðeins, Fanndís vinnur hann. Vill fá aukaspyrnu, fær ekki neitt. Heiða boltan, hún missir hann. Vinnur síðan tæklingun og innkast sem Valur á. Skemmtilega að spila þarna á Val, gengur ekki upp. Hulda nær honum. Hulda frekar ein, lítil hjálp. Þarf að snúa við, finnur Heiðu. Heiða fyrir í langan erfiðan bolta þarna. Venda bara á Söndru í markinu. Valsar bara dútla sig með hann. Byggja upp sókn. Góð pressa þarna. Þór Káa fastar fyrir henni í byrjun. Gefa ekkert eftir. Lára innkasti upp. Barðarni á Lilju og Huldu. Lilja enda síðan með hann hérna og spila hann bara tilbaka. Fanndís kemur skiptinguna yfir á hægri. Hlín ennþá með boltan. Reynir fyrirgjöf, gengur ekki. Þór Káa klaufar hérna. Tína boltanum. Hlín aftur komið með hann. Í hörku baráttu þarna. Og vinnur hornspyrnu. Fyrsta hornspyrna leiksins. Eiga Valskonur. Hallberg sem tekur hana. Ætla að giska á að Arna okkar skallið til burtu. Nei, hún var í baráttunni samt. Lára kemur honum upp á Huldu. Hulda með frábæran bolta í gegn á Rakeli. Hvað gerir Rakel? Einu á móti Söndru. Hún nær skotinu og það er rétt framhjá. Frábær tilraun, virkilega góð skyndisókn. Þannig að sjá þetta aftur, geggjaður bolti í gegn á Rakeli sem lendir út í smá pressu. En nær skoti sem er rétt framhjá. Virkilega vel gert. Óöpina klárar þetta ekki. Kemur langur upp. Þór Káa dílar auðvitað þetta. Harpa. Setur hann Örnu. Arna út á Láru. Lára. Nei, Hulda segju. Snædís. Gengur ekki, nær ekki gegn á Karinni.
Góð barátta þarna, Hulda komið með hann. Og Rakel. Full erfið sending hann að reyna að chippa honum inn í lítið svæði sem Hulda hafði, en skemmtilegt að þora og allt það. Koma Valstelpur. Þór Ká að halda áfram að mæta fast í bakið á þeim. Já, Valstelpur þurfa að snúa við. Fara tilbaka. Við viljum það. Lein þarna á miðunni. Eitthvað klikkar talningin. Já, aukaspyrna þarna. Lily, Van Dís, langur upp, Lára reddar þessu, setur hann í Rakel út af. Heiða setur upp í loftið. Og getur sparað þarna, hvað er enda boltinn? Hlín enda með hann. En missar hann út af og enga sem Þór Ká á. Já. Menn voru eitthvað aðeins efins þarna en rétt dæmt. Aftar segis ekki. Hættulegu leikur þarna en það reddast. Góð pressa þarna á Val. Og það var tækifæri á að byrja þetta ofar en klikkar sending. Karin vinnur hann, setur hann út á Láru. Þeir reynir að koma hann upp. Hvorki Rakel, jú, Rakel enda með hann reyndar. Og Heiða setur hann upp í hornið, en beint út af. Hafrún náði þessu ekki. Sandra lyftur hann hérna upp átt að Fandísi. Lára gerir vel, vinnur skallan. Hallberg reynir að setja sér upp í horn, en hans Börgur mjög gaman að skjóta í Rakel út af. Góð barátta hérna á Láru, föst. Það var hún ekki komið nógu ofalega á völlinn til að reyna að ná þessum bolta, en ágætt hugmynd. Bolti kemur tilbaka á Lily. Van Dís, tilbaka á Lily. Hún tilbaka á Söndru. Fær hann yfir á Örnu sýnist mér. Lyftur hann hann lengst upp en Hulda leyfir þessu bara að fara út á og markspyrna sem Þór Ká á. Harpa tekur það stutt á Örnu. Svo fær hann yfir á Huldu. Svo fær hann ennþá lengra á Huldu. Tilbaka á Huldu. Nóra Karen. Heiða. Lyftur hann upp á Hafrúnu. Ég segnaði þessa sendingu eitthvað aðeins. Setur hann beint út af og upp inn. Elín. Leggur hann tilbaka. Hulda komin. En við
missum boltan enn og aftur. Smá pingpong hérna. Panik á báðum liðum. Hulda með innkastið fyrir Hafrúnu sem setur hann aftur beint út af. Það var full einfalt alinn hann á miðunni og Valstelpur fá að færa hann bara yfir. Hallbera finnur Öddu á miðunni. Setur hann yfir á Örnu. Og finnur Elínu sem setur hann bara beint út af. Hulda reynir að finna Sædísi. Boltinn endar hérna í svona 7 leikmönnum áður en hann fer síðan út af og það er Inga sem valur á. Heiða gerir vel, vinnur hann innkast. Hafrún tilbaka, Hulda lengra tilbaka. Lendi í smá vesinu hann að missa boltan á Fandís. Settur hann út, fyrirgjöf. Þór Káa díla við þetta. Reyna að finna Huldu þarna, gengur ekki. Arna gerir vel í vörninni hjá Val. Það var Þór Káa sem á þetta innkast. Hulda, Klaufi missar hann út af. Reyna að komast á bakvið en Hulda gerir vel, setur þetta út af. Hugsanlegt barót þarna, Siggi dæmir ekki neitt, áfram leikinn. Boltan lyft fram, Hulda missir á honum, fer yfir hana. Arna leggur hann bara tilbaka á Söndru. Sandra fær hann yfir á Lilli. Hallbera komin í hlaupið og kemur boltinn. En eins og byrjun á leiknum þá er Lára búin að spila þetta virkilega vel. Það er ekkert komist fram hjá henni. Erfið sending annað sem fyrir út af. Arna gerir vel. Hreinsar þetta upp í loft. Þá er bara sparka tilbaka. Sú óþarfa regla í staðinn fyrir bara gamla góða innkastið. Arna yfir á Elísu. Hún færir hann yfir á Lilli. Hún finnur Fandísi en Lára gerir þetta rosalega vel enn og aftur. Hallbera, Fandís. Valskonur komin að hérna mjög ofalega en Arna reddar þessu, Snædís vinnur hann. Lára reynir að finna Huldu. Baráttunni Lilli, gerir vel, finnur Snædísi. Heiða. Skemmtileg aftreying hérna. Kemur með hann í gegn á Huldu en Sandra stendur mjög framalega og er vakandi fyrir þessu. Engin rangstæði þarna en virkaði kolrangstæði, hún er vel með þetta en kemur bolt í gegn. Harpa fer í klafsið og hver enda þetta? Já, það er skot sem Arna bjargar á línu og nær að koma þessu frá áður en þetta fyrir horn. Virkilega vel gert hjá Örnu þarna, frábært hjá fyrirliðanum. Lilli hreinsar hann síðan bara beint upp í loft og boltinn endar hjá Hörpu. Ég sjá þetta aftur. Sandra lyftur honum hérna fram. Elín Metta virðist vera að koma lengst úr rangstöðunni. Alla stoppa.
En ekkert gerist. Boltinn kemur síðan í gegn hérna. Harpa lendir í samstöðinu. Hlín heldur áfram. Þau er fram hjá Huldu. Nær skotinu fram hjá Hörpu en Arna að sinna 110% vinnu þarna. Dettur niður á línu og bjargar þessu. Hulda lítið í boði fyrir hana og boltinn endar á að fara í innkast sem Valur á. Hlín kemur fyrirgjöfuna, enginn á fjær nema Lára. Rakel missir hann út af. Fandís nær hann að snúa Lára af sér, fer fram hjá Örnu. Kemur fyrirgjöfin, góður bolti, enginn til að rekka Stórutann í þetta. Boltinn endar út af hinum megin, innkast sem Þór Ká á. Virkilega vel gert hjá Fandísi þarna. Hulda undir pressu, innkast sem Þór Ká á. Heiða gerir vel, nær að snúa hann af sér varnarmann en missir boltan síðan og boltinn endar út af. Valur innkastið. Elín mettaði baráttunni Huldu. Arna kemur í sig burtu. Fandís. Elísa. Gengur ekki. Karen vinnur hann. Ára 2 á 3-4. En virkilega góður bolti hjá Karinni í hlaupið á Huldu. Nú þurfum við að fylla bóksi, koma með fleiri fram. Fín hugmynd þarna, settingin gengur ekki upp. Þá geta allstelpur komið fram á völlinn, reynt að refsa. Vel gert hjá Huldu þarna, virkilega sterk. Lillý skiptur hérna yfir á Hallberu. Það var Elín þetta. Komið full fasta sendingu. En ef þetta hefði heppnast þá hefði Fandís sennilega verið alein í gegn. Virkilega góð hugmynd. Arna, Heiða, Karen, lyftur hérna á Láru, erfiður bolti, Vall þarf að vinna hann, Fandís, reynir við fyrirgjöfuna en boltinn fyrir varnarmann út af, það er hótspyrna. Kemur spyrnan á nær, Arna lúðrar þessi burtu. Hallbera setur hann aftur út, engin ástæða. Dóra María, sendi klikkar. Karen setur hann upp í loftum beint á Öddu. Elísa skiptur hérna yfir en Lára misreiknar hann að skalla aðeins, beint á Fandísi. Hallbera, Lillý, Adda, Fandís, finnur í Elímettu, það reynir að koma aftur upp í horn á Fandísi, gengur ekki. Rakel, Snædís, reynir að finna Huldu þarna í hlaupinu, fer í varnarmann, en Lára vinnur hann. Hulda klikkar hann aðeins, missir á boltanum. Elísa lyftur hann hérna út. Hallbera bara tilbaka. Og Lillý.
Sett hann upp á Ídu, skilur hann tilbaka á Öddu. Út á Elísu þarna, Arna, settur hann út á Elísu, inn á miðuna. Ída komin í hlaupið. Reynir að fara þarna fram hjá Karen, en gengur ekki. Heiða spila pínu hættulega leik þarna, þetta reddast. Og Lára lyftur honum upp. Hulda gerir ágætlega þarna, kemur honum í svæðið á Rakel, en Rakel bara nær honum ekki. Þetta skiptur honum yfir á Fanndísi. Elímetta reynir að finna hlaupið á Hallberu. Arna mættar á undan, leyfir boltanum að fara út og það er markspyrna. Heiða. Hulda. Tilbaka á Huldu. Það var Arna. Hún bara tilbaka á Hörpu. Fór Káa að hvíla í sig aðeins á boltanum, en þá kemur langur bolti. Og það er missan. Það var Hlín, finnur Elímettu. En virkilega vel gert hjá Örnu þarna. Hendir sig fyrir skotið. Og Hulda setur hann upp á Hafrúnu. Næri ekki nógu góð touchið þarna. Elsa díla vel við þetta. Er hún komin aftur með hann. Færa niður á Lilly. Fanndís. Baka á Dóru. Hulda alein hérna á móti 4, erfitt. Arna reynir að skipta honum alveg yfir, en Hlín gerir virkilega vel, en mætt þarna niður og skallar þetta. Elísa reynir að finna Hlín, en Hafrún potar þessu út af. Þetta er hann yfir á Lilly. Fanndís. Dóra finnur Ídu sem gerir vel, leggur hann á Elímettu. Fanndís komið með hann, 1 og 1. Góð hjálpaður hann hjá Heiðu. Fanndís í smávesinni, kemur hann út Hallberu, kemur góða fyrirgjöf. Það er skalli rétt framhjá þarna. Fínan sókn. Dóra óheppin að ná ekki stýra þessu marki. En virkilega góð kross hjá Hallberu þarna. Hulda. Tilbaka á Hörpu. Arna. Fínt, halda bara boltanum. Vinna tíma. Finna rétta mómenti til að fara fram. Lára. Hendir í smávesinni þarna með Hallberu. Adda vinnur hann. Fanndís skilar hann bara tilbaka á Lilly. Það var Arna. Bór Hlín. Arna setur hann beint í lappirnar á Hafrúnu. Hafrún reynir að koma með hann í fyrsta á Huldu sem er í kapphlaupinu við Elínu. Elísu. Elín. Fanndís keyrir hérna inn í teginn, kemur boltan út í teginn. Virkilega vel gert til Fanndís þarna. Áræðin keyrði inn í teginn, kom boltan út og það var Hlín sem sett hann rétt framhjá. Það sjáum þetta aftur. Þau eru bara hratt, smellir hann fyrir á vítapunktinn og Hlín
hefði mátt gera betur þarna og hitt allan á markið en framhjá fór hann. Og Sandra, Lily. Valskonur halda honum bara. Dóra skiptir honum yfir. Fanndís. Vel gert. Flott barátta þarna. Íta finnur Hallberu, kemur fyrirgjöfina. Hulda fyrst á hann. Hvar endar þetta? Hjá Elímettu sem reynir skot þegar það fer í Huldu. Góð baráttu þarna á Þór Káa. Gefa ekkert eftir. Gert. Góð fyrirgjöf þarna. Lára skallar þetta í burtu. Adda missir á honum. Hulda. Pínu einangur þarna upp á topp. Rosalega erfitt fyrir hann að vera að fá boltan ekki með neitt í boði. Lily reynir að finna Hallberu. Rakel gerir vel, kemur þessu út af. Flottur bolti. Vel varið hjá Hörpu. Frábærlega varið. Virkilega góður kross enn og aftur á Hallberu. Hérna sjáum við þetta. Gera vel, leggja boltan út. Kemur flottur kross fyrir. Hlín sýnist mér á hörku skalla sem Harpa er að teygja sig alla í. Og verið yfir. Virkilega vel gert. Hotspinna sem Valskonur eiga. Hörku sókn. Eftir þetta fyrsta færi Þór Káa þá hafa Valskonur verið mun betri í þessum leik. Kemur boltinn fyrir aftur á nærsvæði. Það reynsaði burtu. Innkast. Fanndís, Hallbera. Reynir að finna Hlín hinum megin. Gengur ekki. Hafrún nær honum. Elísa í pressuna. Og Hulda. Heiða reynir að koma með hann langar þarna en Arna gerir vel. Hulda langt fyrir innan þarna. Kann hefði átt að lesa leikinn aðeins betur. Arna yfir og Lily. Íta. Adda fær hann yfir á Örnu. Arna kemur langan hérna í átt að teignum. Arna skallar í burtu. Kemur boltinn upp. Elísa nær honum. Nær að snúa en kemur honum ekki tilbaka. Hulda hreinsar þetta upp. Arna fastnar bolta. Lára skallar hann. Það er Dóra sem nær honum. Fanndís. Hvað gerir Fanndís? Skiptir hún hérna yfir, frábær sending. Virkilega vel gert. Frábær sending hjá Fanndísi þarna og það er Elísa sem skorar. 1-0 fyrir Val. Flott sókn. Valskonur er búin að hóta þessu núna í allavega góðar 15-20 mínútur. Nú þurfa Þór Káa mögulega að fara að koma aðeins framar á völlinn. Við sjáum þetta aftur. Fanndís snýr, heldur boltanum síðan, sér virkilega flott hlaup þarna alveg hinum megin hjá Elísu, tekur á mót honum og smellir honum fram hjá Hörpu. Virkilega vel gert.
Snædís. Rakel, Hulda, nei. Plata sjálfa sig þarna. Vals skoðaði leikmaður nr. 7, Elísa Viðarsdóttir. Heiða, Karen, missir hann. Hafrún með skallan. Hulda í baráttunni. Þau bara í skotið, erfitt skot. Snýr í bakki markið þarna. Sandra og Lili. Já, þetta er búið líka í loftinu. Heldur betur. Þetta er mark. Velkomin tilbaka. Takkar. Eftir sterka byrjun hjá Þór K. Það voru svolítið sundurslítið hjá núna og þær finna mikið pláss hérna á miðjunni til að pikka út sendingar. Já. Fyrstu mínúturnar voru virkilega þéttar og voru endalaust að koma í bakki á þeim og leiðum ekki að fá neitt pláss en það er aðeins fjara undan eftir svona fyrstu 10 mínúturnar. Gerir þetta vel, gefur með hann út í teginn. Karen setur hann á Huldu. Hulda reynir að finna einangraða strækjarinn okkar en það gengur bara ekki. Það er vont ef hún þarf að koma niður og sækja boltan. Það er hentugra ef hún er að stinga sér bak við vörðina. Hún hefur ekki mikið option ef hún fær boltan í fætur því að næsta lína er mjög langt í burtu. Já, mjög langt í burtu og eini möguleikin á að setja henni í gegn er að koma með einhverja 60-70 metra sendingar. Fyrirgjöfin, Heiða. Lára reynir að lyfta honum fram, beint á Dóru. Góður snúningur þarna og það er mark. Virkilega vel gert þarna. Arna Sif verið eitthvað, hann fengi eitthvað högg í þessu snúning þarna. En staðan er 2-0. Sjá þetta aftur. Góður snúningur þarna. Smellir hann upp í þagnendið. Já, þeir verða fullu öll fyrir Valsdalsgreinar núna. Já, virkilega vel gert hjá Elímettu þarna. Sjáum líka að þær eru að komast á rosalega auðveldlega upp kantana. Sérstaklega með við hvað ég hrósaði Láru mikið í fyrri hálfleik þá hefur hún verið að fá litla hjálp núna, eða í byrjun segi ég. Og hefur hún verið að fá litla hjálp núna þegar Hallberg er að koma á ferðinni og hún er að fá að krossa þessu alveg trekk í trekk núna. Stórhættulegt. Annar mark Vals skoðaði leikmaður nr. 10, Elín Metta Jensen. Lili. Elín. Heiða og Lára í baráttunni, það vinna boltan. En Elín Metta heldur áfram. Innkast, engi sammála hver á innkastið. Þór K endar með það og Lára kastar hann tilbaka á Örnu. Svo hann alla leið tilbaka á Hörpu. Kýlir þessu hátt upp í loftið. Adda sem vinnur þetta. Snædís. Hulda. Og Hulda leggur hann bara tilbaka. Arna á Hörpu. Hulda ber boltan hérna upp. Reynir að finna Huldu. En þá kemur langur bolti. Hafrún í kapphlaupinu. Sandra Sal í róli hana bara. Ég vilja sjá hann taka upp með höndum hana. Það sem þessi sending virðist vera að koma með sköflugnum. Það er svoleiðis. Já, það þarf að vera fyrir neðan ökla til að með ekki taka hann upp. Og þannig ef hann er boppandi þá má maður reyna að setja með sköflungum tilbaka. já, það átti að reyna. Ok. Gott að vita. Rakel tilbaka á Láru.
Rakel, Dóri Maríu í bakkinu. Lillý les þetta vel. Snædís. Smá ströggli þarna en vinnur hann. Sparkar aðeins í Dóru í leiðinni. Já, frábært gafringarni að Karen. Virkilega vel gert. Sér hún ekki vinstri og ég held að þetta, nei, hún er réttað. Hún er réttað en bara nær ekki boltanum. Þetta var dauðafæri. Hafrún með hann fyrir. Arna skallar hann í burtu. Hulda tilbaka á nöfnum sína. Hún finnur Heiðu. Heiða skemmtilegu snúningu leikur hann á Dóru. Kemur með hann upp í horn á Huldu. Hulda krossar þessu. Rakel reynir að skalla hann, fer rétt yfir kollinn á henni. Lillý bjargar þessu síðan. Fanndís finnur Dóru. Þá koma valskonur hratt. Elímetta. Full fastur bolti hjá henni. Ætlaði Hlín þarna hinum megin, gengur ekki upp. Þegar hættulegt verið að Þórká færi liðið framar þá er það mjög brothættar. Var stelpur náttúrulega gríðarlega gott skyndisóknarlið. Já, með mikil gæði fram á við, þannig að megum ekki gefa þeim séns á að vinna boltan og breyka hratt. Verðum hann á að brjóta eða vinna boltan aftur sem fyrst. Hulda gerir þetta vel og hann haldi að fengja aukaspyrnu þarna en Nei. Sýtt ekki saman okkur. Lillý og Öddu. Fanndísi. Dóra reynir að finna Hallberu. Rakel kemst inn í þetta en Hallberu endar með boltan. Dóra og Fanndísi sem er alein þarna. Kemur fyrirgjöfuna, Ída í baráttunni. Lára finnur Rakel. Finnur Heiðu. Hulda. Hulda með litla opsjóna fram á þau, annað en bara sparka og hlaupa. Já, Þórká með alla sínar stelpur vel bak við miðju. Nei, áfram. Ekkert verið að... Já. Já, Hornspyrna. Já, Þórká með sín alla stelpur vel bak við miðju en það vantar smá þéttleika í það. Það eru svolítið sundurslitnar. Já, langt á milli manna og vantar skýrari skilaboð eins og hérna áðan þegar Fanndís fékk hann bara alein rétt fyrir utan teginn. Já, það eru ekki að skipta nógu vel og tala saman. En það er hornspyrna. Fyrsta hornspyrna Þórká á leiknum. Kemur boltinn fyrir, hörku. Já, áfram, Sandra bara komið með hann. Sýndist að það hafi verið Rakel sem náði skotinu þarna í áttamarkinu og Hulda og Sandra síðan í einhverjum darraðans þarna. Vel gert hjá Fanndísi. Heldur hún með þá? Nei, Rakel vinnur hann. Reyndar ólöglega, en Já. Siggi er ekki að flauta mikið í þessu leik. Rakel stendur beint á Ídu sem færir hann yfir. Það var Hlín með nóg pláss til að hlaupa í. Fyrir utan á hana. Kemur með fyrirgjöfuna en það er engin. Sjáum henni aftur eftir hornið. Kemur föst spyrna. Frábær spyrna. Á Hulda nær skotinu sem Sandra sýnist Sandra verja hann í Huldu og það verður eitthvað klafs. Þá er Hulda komin, 1-1, farð á hana. Hraðar. Býður of lengi, nú er komin tvöföldun hana. Kemur hann út á Snædísi sem vinnur Hafrúnu en Hafrún smellar hann yfir. Það endaði í ágætisfæri. Þarna hefði samt vilja sjá Huldu bara keyra á hana 1-1, stinga hann af. Aflautar Siggi til hálfleiks og við komum aftur eftir smástund.
fer síðari hálfleikur að hefjast. Ingar. Arna Eiríks kemur út hjá Val. Miðurinn sagði hafið í hljókjunum, mér sýnist það hafi ekki verið rétt. Nei, mér sýnist Arna ennþá vera að inn á við Hlín og Lilli. Nei, það er kolvillist. Númer 18, ekki númer 3. Já, sjálfsög málfröðana komin inn á. Já. Sýnist allt óbreytt hjá Þórkáa. Já. Ef maður rétt. Það er síðar hálfleikurinn hafinn. Eina breytingin í hálfleik var svo að Arna fór út af og Málfríður kemur inn í miðvörðinn hjá Val í staðinn fyrir hana. Valskonur sem byrja með boltan. Sandra út á Málfríði. Bara tilbaka. Þórkáa sem setja smá pressu, kemur langur. Hlín, einan skallar út en það er enginn. Hulda með mann í bakkinu eins og mest allan leikinn. Vel togað í hana, spurning og aukaspyrna þarna. Elímetta gerir þetta vel, snýr Huldu af sér. Finnur Hlín sem kemur inn í teig. Leggur hann fyrir, lélegt touch þarna hjá Elímettu. Sjá þetta aftur. Flottur snúningur. Boltinn upp á Hlín, keyrir inn í tegin, leggur hann út en Frábælega spilað. já, virkilega gert. Smá klaufagangur hann á Elímettu í lokin. Hulda, Hafrún. Hlín lokar vel á hana. Og Hulda með innkastið. Finnur Heiðu. Snýr. Leggur hann á Huldu sem reynir að finna Heiðu aftur. Gengur ekki, Ída vinnur boltan. Elímetta. Skemmtileg sending hérna hjá Huldu. Lyftur hann síðan fram. Málfríður vinnur þetta. En Adda á þennan skalla. Heiða alla leið tilbaka á Hörpu. Harpa með frekar slakar hreinsun. Hlín komið með boltan. Getur keyrt inn í áttategnum. Kemur með skotið. Hörkuskot rétt framhjá. Við sjáum þetta aftur. Sendi ekki beint á Valskonur. Hlín fæðir hann, keyrir inn í tegin á fast skot sem fer rétt fram í markinu. Þórkáa hefnar þarna. Já, Valsstúlkur eru með það miklu yfirbyrði á vellinum að við hefum ekkert við því að vera að gefa þeim eitthvað Nei, aukalega. alls ekki. En Harpa búin að vera frábælega sparkus hérna í kjarnafæðismótinu og Já, virkilega góð í leiknum. Hlín með góða pressu. Karen. Hulda upp á Huldu. Kemur langur fram. Spurning hver ætlar að taka, það er Hulda. Snædís góð pressa. Heldur áfram. Æ, og rangstæð. Já, Hulda var fyrir innan þegar boltinn hrökk hérna. Snædís á í gegn. Sennilega rétt. Leit Það allt út fyrir það. Þórkáa að vera fljótt tilbaka. Já, gera þetta vel. Með ekkert skilja og mikið pláss fyrir Valsstefnuna að sækja í. Alls ekki, þær hafa tekið allar aukaspyrnur og innköst og svona reynt að gera hratt í leiknum. Reyna að grípa Þórkáa með að snúa baki í boltanum og hlaupa tilbaka þegar þeir eru úr stöðu. Já, þarna enn einu sinni erum við að tala um þetta svæði sem myndast. Já, Og það tala nú ekki vel saman og skipta ekki leikmenn og það er vel gert hjá Heiðu samt. Hulda réttar síðan út af. geta snúið auðvitað á hættulegu svæði. Já, þetta er svæðið sikkur megin við Heiðu. Það er að fá hann ekki fyrir miðjum tegin svona. Og Hlín með hörku skot, beint á Hörpu. Sjáum þetta aftur. Boltinn endar þarna
á Hlín sem keyrir fram hjá tveim þarna inn í teig og fast vinstri út skot en Harpa ræður auðveldlega með þetta. Langur upp. Ég nefndi hérna áðan að þær voru að vinna Öddu og djúpa miðjumanni fullu auðveldlega sem náði að pikka út setningarnar. Þarna áðan lokuður að það en þá myndaðist gat við hliðarna bara og það var ekki fyllt upp í pressuna. Það var bara sent í gegnum fyrstu línu og þar var Elín Metta alein. Það er flott pressa hjá Þórkáa sem verður til þess að Valstelpur sparka boltanum út af. Lára kastar hann hérna fram. Hallberg að skalla hann inn á miðjuna. Boltinn tilbaka á Söndru. Málfríður. Smá pressa þarna frá Hafrúnu en hún þarf að senda hann tilbaka. Það er hann bara yfir á Lillý. Lillý. Skaman að skipta honum yfir, gerir það en samkvæmt aðstoðardómaranum, þá fór hann í Huldu út af. Já, sammála honum. Já, ég líka. Vel gert hjá Huldu þannig að henda sér fyrir þetta. Ekki alveg eðlileg staða að Huldu Björg að vera í vinstri bakvörðunum en hún leysir hann af í dag. Það var Hallberg sem kemur og tekur þessa hotspinnu. Búin að eiga virkilega flotta fyrirgjafir í dag. Góð spyrna á fjær, en virkilega vel gert hjá Örnu sem stekkur þarna manna hægst og skallar þetta í burtu. Hún er ekkert mikið að spá í hvað er fyrir henni, hún bara sér boltann og... Já, það er eina sem hún sér, hún bara keyrir átt á boltanum og ætlar sér að koma þessi í burtu. Það er eina sem skiptir máli hjá henni. Þetta frábær varnarmaður. Ef þú hoppar bara hærri en aðrir þá ertu ekkert að fara að lenda í einhverjum höfum ástri. Sandra á Málfríði. Finnur Ídu. Já, leggur hann bara tilbaka. Fín pressa þarna á Þórkáa. Það er Lillý, Dolti ein. Það er að velja þessi sendingar sem hefnast á endanum. Hallberg, Elín Metta, yfir á Málfríði, virkilega vel gert þarna á Hlín, kemst þarna á milli, þriggja en Heiða Ragney sópar þetta síðan upp eins og hún er búin að gera svo margoft í leiknum. Já, en eins og áðan, þetta er bara kantmaður kemur inn á miðjuna og finnur heilmikið svæði þarna. Já, allt galopið alltaf. Ída, Já, Hlín, alein þarna Dóra. Skemmtilega sending á Vandísi. Ídan er ekki að taka á mót honum og boltinn endar í Hörpu. Valstelpur bíða ofalega, vilja Harpa sparki þessu fram. Hún sparkar bara yfir allan pakkan og Málfríði skallar þetta bara auðveldlega tilbaka á Söndru. Já, þetta hentar varnarleikmönnum Vals mjög vel, þessi leikstíl, meðan þetta er ekki komið yfir þær. Já. Þá er Hulda. Og enda búin að koma nokkuð spörk hérna, bara beint upp og við missum boltan. Snædís vel kemur inn á Karin og Karin snýr. Karin klírar vörnina en má ekki við marknum. Dóra gerir þetta vel. Vandís tilbaka. Lillý. Vel spilað. Dóra og Vandís. Nú þurfa að fá einhver hlaup. Hlín alein þarna hægra megin. En Vandís er einnig að tróða honum á milli, gekk ekki.
Bára með erfiða sendingu, gengur ekki upp. Fanndís, Elín, aftur Fanndís. Heiða í baráttunni eins og vanlega. Smá kýtingur þarna milli Heiða og Fanndísar. Það var hún undir pressu frá Elísu. En gerir vel, sparkar hún bara í hana og út af. Markspyrna til Þór K.A. Þá er skipting. Valstöpur. Já, Valur með skiptingu. Elín Metta út af, finnst mér. Þá er gerð breyting á liði Vals, út af kemur leikmaður númer 10, Elín Metta Jensen. Inn í hennar stað leikmaður númer 23, Guðrún Karítas Sigurðardóttir. Já. Guðrún Karítas kemur inn á fyrir Elín Mettu. Fínn leikur Elín Mettu. 1 mark. Heiða leggur henni út á Huldu. Karen. Léleg sending. Guðrún Karítas kom frá IA, minnum mig. Fyrir síðast tímabil. Það er ekki rétt sem hún er að skafanum, en Heiða með frábæran bolta. Rakel ekki rangstæð. En Sandra gerir virkilega vel hérna, býður eftir henni. Fer niður á hárréttu tíma þegar Rakel ætlar að fara fram hjá henni. já, frábær bolti að Heiðu hérna. Og Rakel býður of lengi, en svo því eftir að Sandra taki ákvörðunina. Já, hún fer of nálægt og Sandra vinnur þetta sálfræðistríð. Báðar að býða eftir hvor annari. En hentaði betur fyrir Söndru að býða. Gerir þetta virkilega vel. En dauðafæri sem Þór K.A. er ekki ná að nýta sér. Það er ekki mörg færi sem við fáum í þessum leik, þannig að við verðum að nýta þau þegar við fáum þau. Snædís. Lára. Smá klaps þarna. Snædís upp á Karen. Karen vissi ekkert hvert hún var að senda. Þó að það sé 2-0 fyrir Val og það er búin að vera betri í leiknum, þá eru dauðafærin jafnmörg, myndi ég segja. Já, ég er sammála, ég held séu 2 báðum megin. Já. Ekkert að rengja það neitt. Þannig að þetta er spurning að nýta þau bara. Hjartanlega sammála. Arna gerir vel hana móti Guðrúnu. Þór K.A. með ungan og efnilegan bekk í dag. Dóra með erfiðan bolta tilbaka á Elísu. Innkast ofalega á vellinu sem Þór K.A. Karen finnur Huldu. Hulda í baráttunni. Valur þetta innkast. Arna finnur Hafrúnu. Hafrún eitthvað óákveðin og sendir hana síðan bara eitthvað. Dóra. Íni Guðrún Karítas kolrangstað þarna. Hlín enn og aftur alein hérna hægra megin. Hulda, Karen, baráttunni Öddu. Karen setur hann síðan bara upp í horn, en það er engin. Málfríður alein, engin pressa. Það er hann bara yfir á Lilly. Íta bara tilbaka. Valstelpur að róa þetta aðeins, finna rétta mómenti til að fara upp. Málfríður gerir vel, skiptur honum yfir. Já, þetta var svona einhver hálfpressa sem það er ákveðið að fara í hérna. Búin að vera þolinmóður og agaðar. En Valur leysir
úr þessu en svo gerist ekkert endar. Nei, Hulda gerir vel. Karen gerir betur. Vel gert. Finnur Lára þarna út til hægra megin. Lára hittir ekki á Rakel. Vel gert hjá Heiðu þarna næst skallanum, en hann er beint á Hlín. Reynir að finna Guðrúnu þarna frammi, gengur ekki. Elísa finnur Guðrúnu, reynir að snúa honum hann í gegn. Á Elísu aftur, fínn varnarleikur, innkast sem Valur á. Já, taktísk breyting hérna hjá Já, Hulda og Rakel skipta. Hulda komin á hægra kantinn, Rakel fram. Sjáum hvort það. Spurning hvort að það sé undirbúningur fyrir skiptinguna sem er að fara að koma, eða hvort að það sé einhver pæling að hafa meiri sóknarþungi í þetta með að hafa Rakel frammi og hafa meiri sóknarsinnaði hægri kantmann. En ég reikna nú með að Hafrún sé að fara út af og Arna Sóla kom inn á. Það er rétt. Hafrún skokkar inn út af. Þá breyting á liði Þórskáa og þá kemur leikmaður númer 9 Hafrún Mist Guðmundsdóttir. Inn í hennar stað leikmaður númer 4 Arna Sól Sævarsdóttir. Hafrún búin að eiga fína leik. Ferir út af og Arna kemur inn á vinstri kantinn. Sjáum hvort hún getur hleypt einhverju lífi í þetta. Já, Hafrún var ekki mikið með í leiknum, en voru ekki mikið með í leiknum kantmennir tveir hérna. Það var mikið langi boltar upp á strækjar. Já. En með þessari skiptingu og þessari breytingu hérna á Huldu og Rakel þá vonum við að komið smá meira líf í sóknarleikinn. Já. Þótt að sé alveg nógur tími til að vinna sinni leikinn. En sóknarleikurinn svo sem ekki búinn að vera að fá marga fiska. Allt í lagi að prófa eitthvað annað. Breyta til. Hulda harpa sittur þarna, Hulda undir pressu. Óþarflega lengi að þessu. Já. Hulda reddar þessu. Kemur í innkast. Ekkert meina það. Vel gert hjá Heiðu, hún er búin að vinna ótal marga bolta þarna á miðjunni. Reynir síðan að finna Huldu í hlaupinu en aðeins á lausbolti. Heiða er að stórgræða á því hvað Þórkáa var að missa marga leikmenn. Þá fær hún tækifæri og í lykilhlutverk hérna á miðjunni. Já, og með að við bara Kjarnafæðarmótið og þennan leik þá bara er hún búin að standa sig frábærlega. Algjörlega frábærlega og klárlega að fylla þetta skarð sem að hún er að gera sem Andrea og Lára Kristín skilja sig. Enn sem komið er. Hérna kemur krossinu á Huldu en það er bara enginn á fjær. Sandra rosalega tæp þarna. Sá ekki hvort hann hafi verið komin út af eða út úr teiknum segi eða ekki en reikna nú ekki. Línan er partur af teiknum hann eða sýndist hann að vera. Hlín með fyrirgjöf. Hulda kemur þessu svona hálfpartinn í burtu og Heiða kemur þessu síðan út af. Tími til að sjá þetta aftur, þetta er skemmtilega gett 100. Nei, það var allt inn í kontról hjá henni. Jú. Allt upp á hár. Sandra Sigfríðingur spilaði mitt með Þórkáa KS þegar það var hér til í gamla daga. Flottu bolti fyrir yfir á fjær, það er Fandís. Finnur Dóru. Dóra bara tilbaka. Hallbera. Fína bolta þarna á fjær í 8 Hlín en aðeins og hár fyrir yfir hann út af markspyrna sem Þórkáa á. Adda stjórnaði þessu svo herfóringi. Öskraðir hvert það er að fara, hver það er að vera.
Karin setur hann tilbaka. Já, það verður leist í Þorká hérna. Já. Finnur Láru hinum megin. Hulda reynir að snúa, Hallbera vinnur hann. Kemur sending í gegn á Hlín sem rángstæð. Klárar þetta annars mjög vel. Já. En telur ekki. Þetta er hættuleikur í Huldu þarna. Ef þetta heppnast þá er þetta ógeðslega flott og hún komin í góða stöðu. En það fullu afturlega á vellinum til að reyna þetta. Já, maður gefur leyfi á svona snúninga. Síðasta þriðjung. Já, alveg bestafalli. Hulda. Arna missir hann. Guðrún týnir boltanum. Arna finnur Rakel. Gengur ekki, Málfríður kemur sér burtu og Ídu. Sem fær hann upp á Fandísi. Sem tar hann ennþá lengur út á Hallberu sem kemur núna og flegi fer upp kantinn með Ídu með sér. Reynir að finna hana, gengur ekki. Lára vinnur boltan. Smá misskilningur þarna hjá Huldu og Rakel. Valskonur afturkonu með hann. Elísa, Dóra. Rakel full djúp með að vera einn frammi hérna núna. Já, hún komin aftan miðjumanninn okkar. Kemur fyrirgjöf. Auðvelt fyrir Örnu að ráða við þetta. Já. Hulda með einhverja óþarfa sendingu þarna. Hlín og Guðrún Karitas fyrir innan. Já, við verðum að halda betri í boltan þegar við vinnum hann. Ekkert verðan fyrir vörðina að fá alltaf sóknir aftur á sig. Nei, laus sending hérna á Heiðu. Arna ekki með á tánum. Elísa reynir að finna Guðrún Karitas inn í tegnum en sjálfsögðu að Arna sem skallar þetta út af. Hann hotspinna. Já, ekki bara það heldur líka lætur hún liðsfélag sína að heyra það. Þetta er orðið sloppy hjá þeim og missa boltan auðvitað og svo auðvelt að finna línur á milli, að finna sendingar á milli lína hjá þeim. Þannig að hafa rétt hjá henni að láta aðeins heyra í sér hana. Já, það þarf bara stundum. Hallbera með hotspinnuna. Boltinn í marktegin hana. Og Rakel. Þetta aukarsmiða. Stíið þarna aftan á hana. Mætti henda gulu spjaldi á þetta því hún var að fara að setja Huldu í gegn. Já, þarna það stoppa hann virkilega flotta skyndisókn. En Siggi búinn að reyna að láta sjálfa sig sjást sem minnst í þessu leik. Vonum að sé lagi með hana. Alltaf hann aðeins. Hún er búinn að hlaupa þetta af sér eftir smá. Kemur Hulda. Sett hann yfir á Örnu. Valstelpur í mikilli pressu þarna. Guðrún setur hún út á Fandísi. Getur farið einn á Örnu. Hún fer í skotið. Það er í Örnu og framhjá. Arnan er að henda sér í þetta og boltinn framhjá. Við sjáum þetta. Það er full mikið plás. Arna gerir vel. Við sáum þetta einu sinni að Hlín alinn hérna hægra megin. Já, ekki í fyrsta skipti. Nei, það er stutt horn, aftur út. Kemur flottu boltinn í teginn. En að sjálfsögðu er það Arna sem skallar þetta í burtu. Málfríður eins og besti kantmaður. Kemur með hann fyrir. Barátta þarna í tegnum. Arna vinnur hana. Innkastaði Valur á. Önnur skipting. Dóra María fyrir út af.
og inn á. Breyting á liði Vals út af kemur leikmaður númer 22 Dóra María Lárusdóttir. Inn í hennar stað leikmaður númer 8 Ásdís Karen Halldórsdóttir. Já, Dóra María út af og Ásdís Karen inn á. 22 út, 8 inn. Hringir þetta vel, baráttu þarna við 3 og endar með boltan. Það var engin breyting á sig að Valsins mér sýnist hún Ásdís bara sláttaði inn á miðun annað fyrir. Já, allavega með við hvað hún stendur. Elísa. Heiða í baráttunni eins og alltaf. Það sé hann brotleg. Virkilega gert hjá Heiðu. Ásdís með boltan á ferð. Það er spannað. Adda stoppar hann mjög faglega og tekur aukaspyrnuna. Hallbera með áhugaverða sendingu sem fer út af. Arna tilbaka á Hörpu. Hulda. Karen tapar boltanum, Adda vinnur hann. Guðrún Karitas snýr Hulda af sér. Gefur boltan fyrir. Og það er Ásdís sem skorar. Potar hann stóru tánni í hann, setur hann á næstöngina. Óvænt fram hjá Hörpu. Virkilega góð sókn. Það sjáum við Guðrún Karitas keyrir hann upp, smetur hann fyrir, frábært hlaup að miðjunni hjá Ásdísi á nær. Hendir stóru tánni í þetta og skorar. Það er 3-0. Virkilega flott mark. Gott hlaup hjá Ásdísi hana og góð fyrirgjöf hjá Guðrúnu. Þórkáa 0, Valur 3. 72 mínútur á klukkunni. Adda tilbaka, Lilli, Málfríður. Hallbera finnur Fandís aftur, frábært spil. Fandís keyrir á Örnu. Arna gerir virkilega vel hérna, stígur hann út, hotspinna. Virkilega góðar innkúfi bæði hjá Guðrúnu og Ásdísi. Tiltölulega nýkomnar inn á sem varamenn, sérstaklega Ásdís. Heldur betur að skila sínu. Önnur með assist, hinn með mark. Flottur bolti. Hlín í baráttunni, skallar hann fyrir teginn. Þórkáa hreinsar. Karen fer á stað. Fyrir kapphlaup við Hallberu. Hallbera er fljótari. Karen reynir að setja hann upp en gengur bara ekki. Endar í höndunum á Söndru. Ásdís. Já, þetta mark var naglinn í líkistuna held ég. Hugsa það. Erfitt að koma tilbaka núna, 3-0 undir. Korter eftir. Og Þórkáa ekki búið að ógna marki Vals í dágóðan tíma. Nei, það er búið að vera þetta eina færi hérna sem Rakel fekk en annars er þetta búið að vera frekar rólegt núna í einhverja 15 mínútur. Sandra setur niður á Lilli. Hallbera finnur Guðrún Karitas sem hún missir boltan. Heiða vinnur enn eitt boltan. Og Karen með enn eina sendinguna á engan handa fram á við. Voru full mikið af sendingum á Þórkáa í leiknum sem bara eru eitthvað
bara þegar þeir eru fram á við. Í staðinn fyrir að senda á sem þú sérð og leita að einhverju sem hefur ekki hugmyndum. Já, það þarf að vera aðeins meiri skynsemi í þessu en gefum okkur það eru margar ungar og óreyndar þarna. Vissulega. Lára tilbaka á Hörpu. Hulda. Heiða. Heiða reyna að skipta honum hérna yfir. Hallberg gerir vel, löngu búinn að lesa þetta. Arna. Heiða. Vel unnið þarna hjá Ídu, engin aukaspinna. Guðrún Karitas. Flotta sendingu en Arna kemst inn í þetta. Harpa sittur út á Láru. Þór Káa er rosalega opnað þegar það er að tapa boltanum svona á miðjunni. Hallberg kemur þessu út af enga sem Þór Káa á. Tvöföld skipting hjá Þór Káa og ein skipting hjá Val. Fandís að fara út af hjá Já, sýnist það. Fandís allan og röltir hérna í áttina að þeim. Það er breyting á liði Vals, út af kemur leikmaður með 32, Fandís Friðriksdóttir, inn í hennar stað leikmaður með 77, Diljá Ír Sómers. Fandís fyrir út á, Diljá Ír kemur inn á í staðinn. Það er tvöföld breyting hjá Þór Káa, Beinni og það koma leikmaður breytingar hjá Þór Káa. Rakel Sjöfn Stefánsdóttir og 24, Hulda Björk Hannesdóttir. Rakel og Hulda Björk, þær fara út af. Leikmaður númer 7, Ísfold Marí Sigtryggsdóttir og númer 13, Lilja Björk Geirsdóttir. Lilja Björk og Ísfold er komin inn á í þeirra stað. Hulda og Rakel átt fína leik. Siggi ekki klár, sýnist mér, fyrir innkastið. Lilja hægri bakkur, hann er að Já, hann er Lára komin yfir í það vinstri. Já, og spurning hvort að Ísfold sé að koma hægri kantinn og Sýnist Ísfold. og Hulda fram aftur. Nei, Karen er bara frammi. komið frammi og Ísfold kemur í tíuna. Ekki auðvelt verkefni að vera frammi í þessu leik. Þriðji strækjarinn sem er Bróa. Og Lili. Málfríður. Frábært þannig Örnu lokar þessu sendingu sem er búið að vera hættulegar. Ísfold með fyrstu sendingu sína. Já, setur Örnu í gegn. Aðeins svo fast. Fín hugmynd. Örlítið svo fast. Adda. Málfríður. Sandra. Og Lili. Já, velkomin bara að láta hann ganga hérna. Nú koma þær ofar, langur bolti upp í horn. Ásdís með laupinn á miðinni. Nær honum. Kemur boltan út í teginn. Hver önnur en Heiða mætt þar að sópa þetta upp. Heiða og Arna búin að vera með áberandi margar bjarganir í lið Þórs Káa í dag. Munum líklega mæða mikið af þeim næsta sumar. Virkilega mikið. Eils tilbaka, Málfríður og Lili. Lili setur hann þannig upp. Hallberu en Hulda kemst inn í þetta. Hallberu vinnur hann aftur. Ísfold fyrst á hann. Lili setur hann á Örnu og Arna beint upp í loft.
Snædís skilur hann tilbaka. Ára Málfríður. Ásdís reynir að koma honum í gegn. Ísolt komið með hann. Ída á eftir henni. Ída nær henni og bara vinnur á henni boltan. Vel gert hjá Ídu. Adda í baráttunni, skilur honum á Lilly. Vel gert. Smá kappi upp þarna en Lilly er á undan. Kemur þessu út af. Lilly á innkastið. Fær hann aftur. Alein. Kemur boltanum fyrir. Arna skallar í burtu. 10 mínútur eftir. Ásdís. Spræk sem hann kom inn á. Baráttunni hérna á Ísfold sem vinnur hann. Kemur hann upp. Hulda reynir að koma honum hann í gegn á Örnu en gengur ekki. Það er Elísa. Hlín. Vel gert, finnur Öddu á miðunni sem er alein. Fær hann ennþá lengri yfir. Hallberg getur komið hann upp og komið með hann fyrir. Fullt af allstelpum inn í tegnum. Heiða skallar í burtu. Svakaleg fótur á Hallberg hann að kemur með fyrirgefna sínar. Má ekki fá hann á tíma. Það er að koma efnileg sókn. Arna er einnig hlaupi gegn Elísu. En Heiða er fóturinn orðinn þreyttur á henni. Já, skiljanlega. Heldur sem að hlaupa langmest af öllum á vellinum. Hlín að fara út af. Hlín. Sveinn aðstofadómur skiparinn að fara hérna meginn út af en ekki hinum meginn. Það er ekki að tefja. Hún er komin út af. Þá má skiptingin eiga sér stað. Þetta er að öllu líkindum Bergdís Fanney. Mikið rétt. Hlín út af, Bergdís inn á. Sýnist hún bara að hlaupa hérna beint yfir á hægri kantinn. Hlín búin að eiga frábæran leik, vera stórhættuleg og hefði sennilega getað sett ennþá meiri svip á leikinni ef hún hefði fengið eitthvað af þessum sendingum alveg yfir á hægri. Já. Með að koma stóð oft alein. Hún var að fá full mikið pláss. Við vorum mjög berskjaldaðir hérna. Vinstri helmingin okkar. Dilja í baráttunni en Lilja með tæklingu endar á að tækla sinn eiginmann og Dilja í gegn og skorar. Já, þetta var pínuklaufalegt. Lilja fyrir tæklinguna nær bara Huldu en ekki boltanum og Dilja hleyp bara ein í gegn á móti Hörpu og klárar þetta vel. 4-0, 7 mínútur eftir og líkamstjáningin á mörgum í Þór-Káa-liðinu er ekki þannig að þær séu líklega til að koma tilbaka. Heiða, stutt sending eins og áðan, þreytuleg sending. Guðrún gerir vel, reynir að finna Dilja á hann. Nei, þetta er Ásdís sem er komin í hlaupið þarna megin núna. Arna gerir vel, lætur boltan bara út af. Arna yfir á Huldu. Hulda fyrir Láru. Lára kemur hann í gegn á Örnu. Lilly með hörku tæklingu. Það er Ísolt sem fær boltan. Komin í teginn, leggur hann út en virkilega vel sópað upp þarna hjá Öddu. Nær að bjarga áður en að Karin nær að sveifla fætinum í þetta. Ekkert sérstaklega vissum að þessi tækling á Lilly hefur lögleg hana. Nei. Sólan langt undan sér. Já, hún var fullhátt. Vissulega fer aðeins í boltan en hún fer líka í legginn á Örnu þannig að Arna fann fyrir þessu, það sást.
Spurning með aukaspinnu. Íta kemur um Guðrúnu. Guðrún kemur um ekki Ásdísi, þannig að Þór Káa er komið með hann. Hulda Heiðu. Heiða snýr. Finnur Örnu. Hún tilbaka. Lára færir hann yfir. Arna kemur með hann upp. Kemur með einn langan. Lilli stangar til burtu. Snædís, Ísfold. Heiða. Arna finnur Huldu sem hefur sést lítið undanfarna mínútur. Barðum boltan þarna, ekki dæmt. En það fannst mér lítið sem ekkert á þetta. Skil ekki hvað Eiður er að rífa sig þarna á bekknum hjá Val. Hulda. Vel gert, finnur Karen. Karen snýr. Snædís. Heiða. Virkilega vel gert þarna hjá Málfríði, kemur sér í burtu. Þór Káa hins vegar vinnur hann aftur. Arnar að snúa þarna inn í manninn, gengur ekki. Sandra með hann upp. Ísfold gerir vel, vinnur hann. Kemur hann á Karen. Ja, þetta er alltaf brotin, eða? Já, ég hefði viljað sjá hann flauta þarna. Fyrst við fengum ekkert út úr þessu, ekki skotið en eitt. Alltaf brot. Ingað sem Þór Káa á. Siggi ekki búinn að flauta mikið í þessum leik. Hún leyfa þess að fljóta. Full mikið oft. Það geta alveg verið brot og að leikmenn fari ekki í jörðina. Jú. Ingast. Karen. Ísfold í baráttunni. Arna. Snædísi. Skilar hann tilbaka á Lilju. Hulda. Hérna er að koma hann niður á Lilju. Gengur upp. Lilja kemur. Reynir að bjarga þessu en boltinn fer bara allavega upp á Lilli. Og Valskonu kom nú boltan. Geta að byrja sitt uppspil. Finna þessi svæði rosalega oft þegar kantmennir er að koma inn á völlinn. Já, það er samt aðeins meiri pressa á stelpunni sem fær sendingunum núna. Hún getur ekki bara snúið og gert það sem hún vil. Góðu bolti. En Lilja kofera vel. Nær þessu. Á hann að fyrir alla leið út á Diljá. Arna reynir eitt langan en Lilli stoppar það enn og aftur. Hún taka þær ófáar löngu sendingarnar bara á kassan og stoppa þetta. Frábært henni Heiðu og geta breyka hratt hérna. Nei, þetta gerist á hægt. Já, Karin aðeins svo lengi og Ída vinnur boltan. Og Ásdís setur hann út á Diljá. Diljá keyrir inn á völlinn. Finnur Öddu. Skemmtilegur snúningur en Lára kemstur í skotið. Boltinn rekkur til Ásdísar. Á skot. Það er beint á hörpu í markinu. Það er komið þreyta í marga leikmenn Þór Káa. Og Andri á ennþá eina skiptingu eftir. Það er 15 ára stelpur á bekknum. Lilli gerir þetta skemmtilega. Axlar hann inn á miðun á Ásdísi. Diljá.
Málfríður leitar að langa boltanum hann í gegn en gengur ekki beint í fangið á Hörpu. Heiða snýr, setur hún á Örnu, Arna aftur tilbaka, Lára, Hulda, Lára, Hulda og Hulda fær hann yfir, smá pressa þarna hjá Val, Harpa setur hann bara upp, Ísold í baráttunni, gengur ekki, ...90 komnar á klukkuna, spurning hvað Siggi bæti miklu við, með að við þreytumerki og stöðun á töflunni þá er mínútur alveg meira en nóg. Já, það er búið að vera einhvað skiptingar en það er búið að vera mjög lítið stopp í leiknum. Já. Þannig að það fari í max 2 mínútur. Skemmtilega að spila, Elísa komin inn upp í horn. Kemur boltan fyrir, góðu skalli þarna. Það þarf að klára þetta, já. En gengur ekki, fínasta fæði. Bergdís Vanni þarna með flottan skalla. Hjáttamarkinu en hann bara er ekki á marki. Góð barátta þarna, Lára gerir vel, snýr. Arna tapar boltanum, Ída, hún er virkilega góð í þessum leik. Örugjöld sem gerir aðeins tósæðina, skiptir ekki máli, hún heldur áfram. Brot þarna eins og þar. Já, Ída koma sterkinn inn í þetta varslið. Spilaði feiki vel með Fylki fyrra og verið smellpassa hérna inn í þetta projekti Val. Já, hún er virkilega flott í dag. Og Elísa, hún kemur með hann inn í teginn, Arna skallar í burtu, Hallberg tilbaka, Siggi sennilega bæti 3 mínútum, komna 2 yfir, neita trúi að hann bæti meira. Kemur langur bolti, Hallberg gerir vel, Arna með enn annan skallan og aftur. Lilja gerir vel, vinnur þetta, boltinn út af, Inga sem valur á. Eins hérna upp í búri, alveg brjálaður yfir það. Það bætt svona miklu við. Heiða í baráttunni, vinnur boltan eins og alltaf. Geggjaður leikur hjá Heiðu. Nei, svo stoppar hann þegar við erum komin í álitlega skyndisókn. Yes. Leikurinn er búinn. Þórkáa 0, Valur 4. Virkilega sanngjarn og verðskuldaður sigur hjá Val. Já, við verðum ekkert að hafa þetta mikið lengra. Þetta var... Nei. Fórðist að fór. Marathon dagar hjá KTV í dag. Heldur betur. 2 blackleikir og 2 fótboltaleikir samtímis. Ja, við þökkum bara kærlega fyrir okkur í dag. Andri á myndavélinni í báðum leikjunum stóð sig eins og ég tíu hvað. Og ég ætli þökkum fyrir okkur. Takk kærlega.